góðan daginn. Ég svolítið kvíðin af því ég yfirleitt svona nemandi og að standa hér fyrir framan kennurum, þá mér líður eins og ég sé munnlega á prófi. En við sjáum til. Ég að kynna hér í dag starf okkar brúarsmiða og við erum sem sagt ég og Magdalena. Við störfum sem sagt í miðjumáls og læsis sem heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Þar vinna sem sagt læsisráðgjafar og líka kennarar í tungumálafræði og svo við tvær, ég og Magdalena sem brúarsmiðir. Og við vinnum svolítið mikið saman. Og ég sem sagt filippsískumælandi brúarsmiður og Magdalena pólskumælandi brúarsmiður og hefur verið að vinna síðan 2012. Aðalega í leikskólum Reykjavíkurborgar og ég byrjaði sem sagt í fyrra, uppeldis- og menntunarfræðingur og þannig að þegar við byrjuðum sem sagt í vinnu sem brúarsmiðir, þá vorum við að líta á sem sagt niðurstöður úr rannsóknum og þið vitið þetta. Niðurstöður úr PISA og úr fleiri rannsóknum námsstöðu nemenda með annan móðurmál en íslensku eru svolítið að það alltaf svona munur milli niðurstöður íslenskra nemenda og nemenda með íslensku sem öðru máli. Og það bara bendir okkur á að við þurfum þetta umfangsmikið verkefni þar sem við þurfum öll að vinna saman eins og Anneli hefur bara sterklega mælt með. Þetta starf allra. Og í Reykjavík notum við sem sagt próf, millimálapróf, sem próf fyrir tvítyngd börn í Reykjavík. Elín Þöll Þórðardóttir sérfræðingur og talmeinafræðingur. Hún sérfræðingur í tvítyngd og hefur rannsakað vel tvítyngd börn úti og líka hér á Íslandi. Þetta málkönnunarpróf fyrir tvítyngda nemendur í 1. til 10. bekk grunnskóla og þetta reynir á sem sagt skólafærni nemenda á orðaforða, málskilning, tjáning og svo framvegis. Og við mælum sterklega með að hlusta á fyrirlestur hennar hér og hún hefur verið að tala sérstaka stöðu Íslands hvað þetta varðar. Og sem dæmi var hún að segja að meira en 50% nemenda með íslensku með annað mál skorðu meira en 2 staðafrávikum fyrir neðan meðaltal, sem sagt í rauðu á rauðasviði. Og hún staðlaði prófið fyrst fyrir nemendur með íslensku að móðurmáli og það kom fram að einungis 3% nemenda með íslensku að móðurmáli eru á þessu svæði. Og hún talar líka ennfremur það að á Íslandi svolítið sérstakt af því af hverju meiri hluti nemenda með annað móðurmál en íslensku að skora meira en 2 staðafrávikum fyrir neðanmeðaltal en í útlöndum eru þau yfirleitt á gula sviði. Þannig að það spurning og hún nefnir sem dæmi að það sé stuttur skóladagur á Íslandi og við mælum með aftur að horfa á fyrirlestur hennar af því hún nefnir mismunandi breytur hvað þetta varðar. En hún rannsakaði líka sem sagt stöðu nemenda á ensku af því hún hefur heyrt að á Íslandi þá eru nemendur oft, þau telja sig betur í ensku frekar en íslensku þrátt fyrir að hafa ekki verið í enskumælandi löndum eða enskumælandi skólum. Og þá sagði hún að nemendur með íslensku sem að móðurmáli í bláum súlum hér og líka nemendur með íslensku sem öðru máli í rauðum súlum hér eru líka sem sagt fyrir neðan meðaltal í ensku. Þannig að við þurfum bara að vera meðvituð það að nemendur sem eru á Íslandi, við verðum af hverju viðhorf þeirra
þannig að þau eru betra á ensku betra en íslensku. Þannig það spurning. Og svo þetta heldur áfram. Færri innflytjendur útskrifast úr framhaldsskóla en nemendur af íslenskum uppruna og þá sjáum við hér að einungis 29% nemenda sem eru með innflytjendabakgrunn ná að útskrifast eftir 4 og 6 árum í framhaldsskóla. Þannig að það 70% hér sem ná ekki að útskrifast. Og eins og Annalís sagði áðan, þá eru börn framtíðar leiðtogar okkar og þetta okkar hlutverk að rannsaka, að sjá hvernig niðurstöðurnar koma fram og hvað við getum gert svo, hvernig bregðumst við. Og það margt sem að gerast núna á Íslandi og það aukinn fjármagn til dæmis fyrir skóla þar sem nemendur skoru á rauðasvæði á þetta próf úr millimálaprófi. Og af því að ef við erum að hugsa það, það eru 12% mannfjöldans á Íslandi sem eru fyrsta og önnur kynslóð innflytjendur og þá í grunnskólum í Reykjavík þá eru pólskumælandi nemendur fjölmennasti hópur, 560 rúmlega, og síðan næststærsti hópur nemenda af erlendum uppruna eru filippsiskumælandi nemendur. Og þess vegna vorum við ráðnar fyrst, ég og Magdalena, og þess vegna var hún ráðin fyrst 2012 og núna erum við tvær að sinna leik, grunn og frí í Reykjavík. En hugmyndafræði brúarsmiði og móðurmálskennara kemur frá skýrslu starfshóps móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku og líka fjölmenningastefnu Heimurinn hér árið 2014. En það mjög áhugavert að þetta kom líka fram í stefnu frá því árið 2000 og þá voru starfandi brúarsmiðir en þau þurftu að leggja þetta niður vegna hruns. En svo erum við núna aftur að endurvekja starfið en við lítum svolítið á öðrum löndum af því þar eru starfandi líka brúarsmiðir í útlöndum, í Tékklandi, Íslandi og Danmörk og til dæmis í Noregi eru þeir kallaðir tvítyngdir faggreinakennarar sem eru með kennsluréttindi í Noregi en samt með erlend móðurmál og þau fara milli skóla og hjálpa nemendum að ná norsku sem akademískt mál með því að nota móðurmál sitt. Og í Svíþjóð eru þeir kallaðir tvítyngdir námsleiðbeinendur og þá eru þessir flestir móðurmálskennarar. Ég var að tala við Anneli áðan og hún sagði að það eru móðurmálskennarar í skólum þar sem hún var í. Flestir arabískumælandi móðurmálskennarar og svo eru hinir kennarar sem eru að koma einu sinni í viku fyrir nemendur og líka þá sem eru að kenna móðurmál sitt eftir móðurmálnámskrá. Það námskrá fyrir erlend móðurmál í Svíþjóð og síðan eru þeir að sinna starf sem tvítyngdir námsleiðbeinendur. Það að segja, eins og í Noregi, þá eru þau að hjálpa börnum að ná í námsefni krakkana á sænsku með því að nota og útskýra á móðurmáli sínu. Þannig að markmið alltaf það að börnin læri og ná árangri í meiri hlutatungumál á skólamáli. Og það það sem það svo gott að sjá hvernig það gert í öðrum löndum og núna erum við svolítið að sjá skoða hvernig það hægt að útfæra í Reykjavík og það markmið okkar að efla starfsfólk í skóla og frístundastarfi í vinnu með börnum af erlendum uppruna og líka að styðja foreldra og nemendur í samskiptum við skóla og frístundastarfsfólk og veita ráðgjöf og stuðning við nám og bara til að gera þetta einfalda þá erum við að brúa bil milli tungumála og líka milli menningarheima.
Og þetta það sem við höfum gert síðan í fyrra, af því Magdalena og ég, við byrjuðum að veita okkar þjónustu fyrir leikskólum og grunnskólum og frístundastarfi í borginni og við höfum verið með millimenningarfræðslu þar sem fyrir skólastjóra og kennara og starfsmenn borgarinnar, til dæmis Pólland og pólsku og Filippseyjar og filippsísku, þar sem það mismunandi skilning foreldra gagnvart skólakerfi og hlutverk þeirra sem skólaforeldra og það þarf svolítið einhver til þess að útskýra fyrir þeim og bara að halda þessar samræður. Og við höfum veitt ráðgjöf, stuðning, upplýsingar og svo framvegis fyrir starfsmenn borgarinnar og við höfum líka hitt nemendur, við höfum verið líka að reyna að fara milli skólana og hitta nemendur, hópnemenda eða einstaka nemenda og veita þeim ráðgjöf og fræðslu og stuðning. Daginn vorum við með fræðslu fjölmenningu fyrir börn í Grafarvogi, fyrir nemendur í Grafarvogi þar sem við vorum að tala fordóma og húðliti. Af því það oft við fáum spurningar af hverju ég brún, af hverju hinn, svona mjög praktískar spurningar. Og við höfum líka haldið fræðslu og ráðgjöf fyrir foreldra, fyrir hópforeldra og líka einstaka foreldra. Og við erum núna, síðan í fyrra, við erum í rauninni að vinna starf sem brúarsmiðir og tvítynggisráðgjafar. Hvað þýðir tvítynggi, hvað þýðir læsisþróun tvítyngdra barna og máluppeldi þeirra, en eiginlega ekki móðurmálskennarar. Og þar Renata hér á eftir ætlar að tala móðurmálskennarar, af því það ekki til námskrá hérna á Íslandi erlend móðurmál og þess vegna þetta ennþá í sjálfboða skyni. Og ég til dæmis sjálfboða kennari á filippsísku fyrir tvítyngdbörn á laugardögum, en í starfi okkar Magdalenu þá erum við eiginlega bara tvítynggisráðgjafar fyrir foreldra og nemenda og starfsmenn. Erum við spurningar? Næst, vinnulag okkar, það skólastjórinn sem skipar tengili við okkur og eins og hún segir Anneli áðan, þá veit skólastjórinn hver besti starfsmaður til þess að vera okkar tengilið og tengiliður skólans eða leikskólans skipuleggja með okkur kynningu og millimenningarfræðslu fyrir kennara og skólastarfsmenn, foreldrafræðslu. Sem sagt, ég og Magdalena höfum verið með foreldrafræðslu á ensku, pólsku og filippsísku og á foreldradögum skólana þá getum við líka verið í skólanum þar sem foreldrar geta komið til okkar og þá getum við veitt svona einstaklingsráðgjöf. Og svo erum við líka að skipuleggja svona þessi vinnustundir eða námsleifsögn fyrir hópnemenda, fyrir nemendur sem enn að læra þá íslensku. Og sem dæmi kennararnir búin að biðja okkur að leggja áherslu frekar á samfélagsfræði eða stærðfræði og þá erum við að hjálpa börn með að gera verkefnin í þessum áfangum af faggreinunum. Og við erum mest að styðja, við erum mest að fá beiðni vegna einstakra nemenda, sérstaklega Magdalenu. Og þá fær hún mjög oft bara beiðni stanslaus frá leikskólum og líka frá grunnskólum vegna einstakra barna. En já, þetta okkar starf. Við erum líka með ráðgjöf fyrir foreldra af erlendum uppruna á föstudögum og þetta orðræði sem við erum svolítið að sjá af því við höfum talað við nemenda, foreldra og starfsmenn. En eins og maður segir, það tekur eitt samfélag til að ala upp eitt barn. En þetta rosalega flott, það tekur 2 samfélög að ala upp tvítyngdbarn. Þannig en við megum ekki, sem sagt, við megum alls ekki nota tvítynggi sem afsökun fyrir slaka stöðu eða litlar framfarir á íslensku. Það þýðir bara, margar rannsóknir benda okkur á það að þetta ekki vegna þess að börnin eru tvítyngd. Þetta vegna þess þetta meira málumhverfi þeirra, hvort þau eru í virkri samskipti
við fólk og tjá sig á báðum tungumálum eða ekki. Þannig að við verðum, þetta bara umfangsmikið verkefni sem allir þurfa að hjálpast að. En foreldrarnir, við heldum að það sé mikilvægt að halda foreldrafræðslu þar sem að foreldrarnir þurfa að vera meðvitaðir hlutverk þeirra sem skólaforeldra á Íslandi sem eins og aftur þetta getur verið öðruvísi í öðrum löndum. En þetta mjög stórt verkefni fyrir foreldra að sem sagt skapa virðingu fyrir báðum tungumálum, styrkja þau og rækta og viðhalda áhuga nemenda á virku tvítungi. Þetta rosalega flott vel sett upp í aðalnámskránni en við verðum þá að fræða foreldra hvað þetta þýðir. Hvað þýðir virk tvítungi og hvað þýðir þá óvirk tvítungi. En við erum svolítið líka að tala málstefnu af því á Íslandi ríkjandi málstefna, íslenska til alls og líka eru skólarnir með málstefnu og við erum líka að tala við foreldra að hvetja þeim til þess að móta sína eigin tungumálastefnu fjölskyldunar. Þar sem að hvaða tungumál nota þau innan fjölskyldunar, hvernig og svo framvegis. Og til dæmis fjölskyldur eru mjög fjölbreyttar og tungumál og móðurmál, við þurfum að taka tillit til uppruna og reynslu og málumhverfi þeirra. Það eru margar aðferðir sem foreldrarnir nota, sem sagt hvað varðar tungumál innan fjölskyldunar. Það OPOL sem sagt eitt foreldri, eitt tungumál, one parent, one language. Ef að foreldrarnir eru með mismunandi móðurmál eins og ég í fjölskyldunum minni tala ég filippsísku, maðurinn minn talar spænsku við barnið okkar og við tölum saman ensku og íslensku í samfélagi. Og þetta bara svona málstefna okkar og þetta ein af mörgum aðferðum. Það eru eitt minnihluta tungumál töluð heima ef að báðir foreldrar tala sama móðurmál. En þetta meira oft, þetta algengasta sem við erum að sjá núna, blönduð tungumál þess sem að ef að foreldrarnir eru tvítyngdir og svo framvegis, þá kannski kjósa þau að tala dönsku á sunnudögum eða swahili á miðvikudögum og svoleiðis. Og enska einnig bara mjög mikið áberandi í málumhverfi barnanna með Fortnite, Minecraft og svo framvegis og þá heyrum við þetta oft núna. Við verðum að protecta tungumál, það algjört must because það so beautiful. Margir segja að það soundi eins og elst-talking, skilurðu. Það sagði að við erum að losing okkar cultural einkenni, við verðum að fixa þetta. Og þetta mjög algengt fyrir, þetta bara grín, en við heyrum þetta oft af nemendur og líka bara fullorðið fólk að byrja að blanda saman tungumálin. Við verðum að sýna nemendur að það þarf að hafa rými til þess að tjá sig í tungumál, eitt tungumál hvert fyrir sig. En þetta með orðræðan í skólanum, við erum svolítið að hvetja starfsmenn til þess að grípa inn strax ef að nemendur tala þetta. Hún talar ekki í stakt orði í íslensku eða mállaus eða ekki tala við hann eftir hann talar bara pólsku. Það hægt að grípa inn og segja að hún með sínu einn móðurmál og æfa sig á íslensku, við þurfum að æfa saman og að vera tvítyngd. Hafa þetta jákvætt. Og svo þetta málstefnu, 1 mínútu eftir. Þetta málstefna Reykjavíkurborgar, það eru margir starfsmenn núna sem eru af erlendum uppruna og þið hafið kannski tekið eftir því, ég tala íslensku sem annað mál og við erum alltaf að læra íslensku okkur einasta degi og þá þetta eitt aðferð sem við erum að nota í vinnunni, að læra sem sagt að skrifa í töflu orð sem við kunnum ekki, eins og kulvís og sjálfsbjarga viðleitni, slá tvær flugur í einum höggi, pungapróf, astraltertugubb og svo framvegis sem ekki hægt að nota í orðabók. En ekki gleyma húmor, við verðum að vera fyrirmynd fyrir börn og ef við segjum að það sé alltaf erfitt að læra íslensku, þá læra þau að það sé erfitt að læra íslensku. Við verðum að ekki gleyma húmor. Og eins og þetta arabalauk, árbæralauk, það tekur æfing að segja orðin.
foreldraskap og félagsskapur og anda alls ekki eins og andast og ég sætur, takk fyrir mig, en sattur. Og Hveragerði ekki, það tekur svolítið tíma að segja fyrirgefðu og Reykjavík ekki svona. En takk fyrir, takk.